Lalli, tap hérna á móti Ármanni, fyrstu viðbrögð? Bara spennuleikur einhvern veginn, þannig að ég var að byrja einhvern veginn þannig. Við náðum ekki takt í sóknarlega til að byrja með. Það var svona bjóst alveg sviði, svona mikið undir. Svo fannst mér svona leikurinn vera bara í ákveðnu jafnvægi, bara alveg fram að svona miðjan þriðja. Það náði við yfirhöndinni bara með góðan varnarleik og fengum með þetta körfur. Svo var hann bara alveg, svo bara skoruðu hvort liði bara ég veit ekki hvað margar mínútur. Þannig að það byrja í fjórða. Svo byrjuðu þeir að skora og við bara heldum áfram að skora ekkert. Þannig að einhvern veginn, já, mér fannst bæði var hann að redda þessu kannski aðeins svo mikið með einstaklis framtaki. Og svo náttúrulega kannski voru þeir að setja líka bara góð skot og meðan við brendum af ágætu skotum. En hvað hefði þurft að vera betra sóknarlega eins og í fjórða? Kannski bara aðeins meira boltaflæði, koma boltanum aðeins meira inn í teginn og kíka honum út. Já. Þriggjastaðnýtingin 22% í 41 skoti. Er þetta skotval eða er þetta opin skot? Það var slatti af lélugum sko. Þannig að sko, auðvitað segir það sig sjálft en svo var það líka alveg svolítið af opnum sem við klikkuðum á. Kaninn tekur 17 þriggjastaði og hittir bara 4. Varstu sáttur með mikið af valinu hjá honum? Já, hann hefði mátt velja skotið sín betur. Hann var reyndar svona svolítið nálægt í að vera að finna netmöskana fannst mér. Það var svona aðeins onni upp úr hjá honum. Nú eru þið komin í fallsæti, 2 leikir eftir. Geturðu haldið þessu liði uppi? Já, það er nóg eftir. Þetta var svona leikur sem hefði getið gefið okkur góðan buffer. En núna eigum við Njarðvík á heimavelli og það er bara, og það er allt hægt. Ég meina, það fengur frábæra stuðning hérna í stúkunni sem ég bara þakka kærlega fyrir og við þurfum bara að endurtaka leikinn á næsta 15 á móti Njarðvík. Takk.